Það 30 tap fyrir heimamönnum í Tyrklandi í kvöld. Hvernig tilfinningin svona beint eftir leik? Tilfinningin svona þessi kafli þegar staðan svona 20-20. Mér varst að byrja leikinn á svona að því sem við ætlum okkur að gera. Við ætlum að gera hraðan og búa til góð skot. En svo kemur tímapunktur í leiknum þar sem við bara náðum ekki að skora og þeir eru svona búin að ná tökum á sóknarlega og bara við komum bara ekki tilbaka eftir það sko. Nei. Annar leikhlutinn, þú veist, svona svolítið það sem kannski varð ykkur að falla, en hvað að gerast í honum sem að við erum ekki að ráða við hérna? Fyrst og fremst erum við ekki bara, þú veist, það svona lítilatri. Þeir ná að skora úr sóknarfráksti í vítum, þeir ná að skora inn í teig nokkuð öðvöldlega, þeir eru að fá opin skot, svona það sem við vorum að veðja kannski meira á. Og þá fór svona bara, þú veist, bara sprakk keðjan einhvern veginn. Þannig að þeir komast á lagið og bara við svona einhvern veginn fundum ekki lausnir og sóknarlega á meðan. Jákvæður punktur fyrir íslenska liðið í þessum leik frammistaða Orra Gunnarssonar. Nýlega, þú veist, þetta einn af fyrstu svona stóru leikjunum hans. Ekki gaman að fá svona leikmenn inn í hópinn og liðið? Jú, Orri náttúrulega bara búinn að sýna það, bæði í sínu móti með U20 og æfingum og sérstaklega í þessum leik að hann bara kallmaður, skilur, hann bara mættur og tilbúinn og bara gullsígildi að fá svona leikmann inn. 3 leikir á 4 dögum, þið hefðu væntanlega þurft að hugsa þetta svona aðeins taktist í seinni hálfleiknum í dag, eða ekki? Jú, sérstaklega þegar kom svona mikill munur og þeir eru með völdin á leiknum að þá bara gott að hugsa morgundaginn og við ætlum að vera snöggir, við erum bara að tala það inn í klefa, við erum bara, þú veist, ætlum að taka eitthvað úr þessum leik, við vitum að þetta letdown, skilurðu, við megum ekki missa á fram úr okkur, við verðum að vera í okkar leik allan tíman, þannig að við erum bara strax byrjað að hugsa það á morgun. Úkraína á morgun, síðast þegar þeir spiluðu Úkraínu þá var það erfiður leikur í Lettlandi, eru þið með smá blóð á tönnunum eftir þann leik kannski inn í leikinu á morgun eða skiptir það engu máli? Við erum ekkert eitthvað sérlega búin að hugsa það, en þú veist, bara sama. Við höfum bæði átt góðan leik og þú veist, ekkert eitthvað geggjaðan leik en samt jafnan á móti þeim, þannig að við vitum að þetta andstæðingur sem við getum unnið ef við dettum á góðan leik og það verður ekki breyting á því, sama hvað gömul úrslit segja sko. Sigur á morgun? Heldur betur. Bestu þakkir að þér. Yes.